og borgarfulltrúar allra flokka. Þeim verður frjálst að bóka hér undir lok fundar. Við göngum til 4. liðar á útsendri dagskrá sem tillaga Sjálfstæðisflokksins endurskoðun staðsetningar á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég legg hér fram eftirfarandi tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Í því skyni að ná sátt kirkjubyggingu á Nýlendu 1 felur borgarstjórn umhverfis- og skipulagssviði að hefja formlegar samningaviðræður við aðstandendur rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar að velja fyrirhugaðri kirkjubyggingu hennar nýjan og betri stað á horni Mýrargötu og Seljavegar í stað núverandi byggingareits að Mýrargötu 21. Samráð verði haft við íbúa hverfisins við vinnslu málsins. Þetta mál svo sem ekki nýtt í borgarkerfinu. Þetta hefur allnokkuð verið rætt og það verður að segjast eins og að einmitt þarna finnst okkur borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa svolítið skort á að æskilegt samráð hafi átt sér stað við íbúa þetta viðkvæma skipulagsmál í gamla Vesturbænum. Ég vil segja það fyrst að afstaða okkar sjálfstæðismanna í þessu máli, henni alls ekki stefnt gegn kirkjubyggingu rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar sem slíkri, alls ekki. Við erum mjög hlynnt því að þessi ágæti söfnuður rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar hann fái góða lóð hér í borginni til þess að byggja á og víst Mýrargata 21 góð lóð en það verður ekki horft fram hjá því að fjölmargir íbúar í nágrenninu og í Vesturbænum hafa gert athugasemd við staðsetninguna og óskað eftir því að það verði fundinn hentugri staður. Og markmið tillögunnar sem sagt að ná sátt þessa kirkjubyggingu, ná sátt við íbúana og fleiri, því að það rétt sem þeir hafa bent á að það eru gild rök fyrir því að byggingin sé í ósamræmi við nærliggjandi byggð við Nýlendugötu og Mýrargötu, hvað varðar stærð, hæð og arkitektúr. Á sínum tíma þá stóð til að þessi kirkja yrði minni og íbúar hafa margoft sagt við mig að þeir hafi talið þegar að þetta kom og þeim lista ýmsum vil á þetta. Þeir héldu þá að kirkjubyggingin yrði miklu minni heldur en núverandi tekníkar gefa til kynna og að byggingin yrði í rauninni í samræmi við önnur hús þarna í þessum tveimur götum. En samkvæmt fyrirliggjandi tillögu þá skipulag þarna þá verður sjálft kirkjuskipið 12 metrar á hæð. Á byggingunni eiga að vera 3 turnar, 2 sem eiga að fara upp í allt að 17 metra hæð og aðalturn má vera 22 metrar á hæð að krossi undanskildum. Og það verður að segjast eins og að það setti svolítið leiðinlegan brag á málið fyrir nokkrum misserum þegar að teikningar voru gerðar og forsöku að birta þá voru rangar tölur lagðar fram, örugglega fyrir Vangá hjá borginni, en aðilar í íbúðarsamtökum Vesturbæjar, samtökin mjög vel skipuð arkitektum, þau reiknuðu þetta upp á nýtt og það fór í blöðin á sínum tíma að þeirra útreikningar voru alltaf aðrir en borgarinnar sem sýndu miklu stærra umfang kirkjunnar en borgin hefði gefið til kynna. Og eftir því sem ég kemst næst var viðurkennt af hálfu borgarinnar að útreikningar íbúðarsamtakanna væru réttir. Þannig að það þá minnst kosti komið á hreint. En það aðeins gert ráð fyrir 3 bílastæðum og það ljóst að þau munu hvergi nærri duga fyrir þá starfsemi sem fara menn fram í kirkjunni. Þetta er hratt vaxandi söfnuður og félagar í honum dreifast mjög víða höfuðborgarsvæðið og rauninni víðar. Þannig að
það margt sem bendir til þess að, allt sem bendir til þess að safnaðar gestir, þeir sem munu sækja kirkjuna hvað mest, þeir munu koma á einkabílum og bílum í þessa kirkju. Arkitektúrin ætla ég ekki að fjalla sérstaklega, þó að þetta er auðvitað, það er eitthvað litið smekksatriði, en íbúasamtök Vesturbæjar hafa komið fram með ákveðnar ábendingar þeim efni að arkitektúrin sé ekki í samræmi við þau hús, þannig að hann sé settur í miðja götuna og sé ekki í samræmi við hús í götunni. Það bendir sem sagt margt til að það sé verið að koma óstóri byggingu fyrir á of þröngri lóð og það er því rétt að taka tillit til að hlusta svona við íbúa og sjá hvort ekki finnist betri lausn. Og sem betur fyrir það þannig í þessu hverfi, þetta er ekki síðasta lóðin í Vesturbænum, þrátt fyrir að Vesturbærinn sé nú að fara að verða nokkuð þéttbyggður. Það er lóð ekki langt í burtu, nefnilega á horni Mýragötu og Seljavegar, og það er líklegt að kirkjubyggingin myndi njóta sín mun betur á því horni og færi betur í umhverfinu þar, heldur en á þessari þröngu lóð við Mýrargötu. Lóðin, þetta horn, hentar mun betur með tilliti til aðkomu og lagningar bifreiða, heldur en litla lóðin. Það verður minna rask í þá íbúðahverfinu, í miðju íbúðahverfinu, Nýlendugötunni, vegna byggingaframkvæmda og umferðar að kirkjunni. Það eru nokkur almenn bílastæði við Héðinshúsið og væri hægt að samnýta þau með kirkjunni, og vestur af Héðinshúsi er síðan fjöldi bílastæða sem myndi væntanlega henta til slíkrar samnýtingar vegna þess að kirkjutími og verslunartími fari ekki alveg saman, og þannig að staðsetningin aðeins fyrir vestan er góð að því leyti, og svo getur torgið við Seljaveg, það getur nýst kirkjunni og safnaðarheimilinu. Það verður sést eins og að stjórn þessi hugmynd um færslu á byggingarreitnum eða kirkjunni, hún kemur frá íbúðarsamtökum Vesturbæjar. Þau hafa haft miklar áhyggjur af þessu máli og verið iðin við að senda borgaryfirvöldum ábendingar og athugasemdir vegna þess. Stjórnin hefur ítrekað athugasemdir við staðsetningu og stærð kirkjunnar, beðið aðra staðsetningar sem skoðar, hefur með sér nefnt aðra staðsetningar heldur en þarna á horni Mýragötu og Seljavegar. Íbúasamtökin hafa bent á að þau vilji líta á gamalt byggðamynstur sem menningarverðmæti, hafa bent á að þeim finnist óeðlilegt að ekki sé leita álits minjastofnunar við breytingar á gömlu byggðamynstri eins og þarna muni eiga sér stað. Stjórnin hefur tekið fram að hún sé alls ekki á móti nýju og nútímalegu útliti og breytingum og þessi stjórn hefur líka tekið fram að hún vilji þéttingu byggðar, hún er hlynnt þéttingu byggðar. En stjórnin hefur bent á það, íbúasamtökin, að þarna sé verið að setja nýtt kennileiti í gervi gamallar byggingar án þess að nokkur tenging sé við umhverfið, fyrir utan það að þetta sé mun stærri mælikvarða heldur en aðra byggingar þarna í þessum götum. Á horni Seljavegar þá er vandinn hins vegar ekki eins mikill út frá skemmdum á byggðamynstri og slæmum hlutföllum út frá nærliggjandi byggingum. Það er alveg ljóst að stórhýsi eins og stefnir í að þessi kirkja verði, að henni er auðvitað betur fyrir komið við hliðin á öðrum stórhýsum eins og Héðinshúsinu og nýju blokkinni þarna á Mýragötu, man ekki hvað hann er, sem sagt bara 26, á nýja húsið þarna á Mýragötu 26. Það er ljóst að stórhýsin og kirkjan, hún myndi flútta, ef svo má segja, betur við þær byggingar heldur en litlu lágreistu timburhúsin í Vesturbænum. Ég hef lítillega heyrt í íbúum í nærliggjandi húsum við hornlóðina og þeir hafa sagt að þeir geta alveg hugsað sér að skoða það, að fá kirkjuna. Það væri örugglega ekkert verra að fá kirkjuna heldur en einhver aðra byggingar sem hvort er stendur til að reisa þarna. Þeir voru miskunnir til í að skoða það án þess að nokkrar skuldbindingar væru gerðar. Já, sem sagt
húsin í kringum lóðin á Nýlendugötu og Mýragötu 21 eru gömul og mun lægri en fyrirhuguð kirkjubygging en húsin á horni Seljavegar og Mýragötu ekki. Nú, þetta mál var aðeins sagt í borgarstjórn hérna í október í fyrra eða fyrir jóli í fyrra og þá var lagt til að þá hafði farið fram skoðun og það hafði komið fram umsókn frá skipulags- og byggingarsviði þar sem voru bæði týndir til kostir og gallar þess að færa kirkjuna. Mér fannst kostirnir vera ríkari heldur en gallarnir. Þetta hefur auðvitað kosti og galli í för með sér. Mér fannst kostirnir vega þyngra heldur en gallarnir, en það sér sjálfsagt hver með sínum augum. Nú í framhaldi af því þá settum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu það í borgarstjórn að það færi fram íbúafundur þar sem það er bara farið við málið. Það var meirihlutanum mjög á móti skapi og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri talaði hart gegn þeirri tillögu og hann hafði það þó til síns máls að honum fannst, ef ég man rétt, þá fagnaði borgarstjórinn, sagðist vilja fagna öllum hugmyndum íbúafundi, en hann væri ekki hlynntur því að halda íbúafund tillögu eða hugmynd sem væri ekki orðin tillaga. Það væri, ef það væri haldin íbúafundur, þá er það vera ljóst hvað íbúafundur væri haldin og það væri erfitt að halda, þó að það veri skýr hugmyndar sínum tíma, þá væri ekki rétt að halda íbúafund vegna þess að það væri ekki skýr tillaga sem lægi fyrir. Og á þeim forsendum þá felldi meirihlutinn þarna fyrir jól til okkar sjálfstæðismönnum þar er haldin íbúafundur og síðan hefur nokkur tími liðið en þetta mál íbúar í hverfinu er ekkert sáttari við þetta, þeir eru jafnvel ósáttir eftir sem það er kynnt betur þetta mál. Þannig að nú held ég að sé lag, ég held að nú er komið frá skýr tillaga og það væri þá hægt að ef meirihlutanum býður svo við að horfa þá var þetta hægt að fresta afgreiðslu tillögunnar eða halda íbúafund og því að það var einmitt það sem borgarstjórinn kvartaði yfir þegar að málið var síðast rætt að það lægi ekki fyrir skýr tillaga. En þetta er skýr tillaga. Íbúar og íbúasamtökin hafa ítrekað óskað eftir íbúafundi. Nú, og íbúasamtökin hafa átt fundi með fulltrúum rússnesku réttrúnaðar kirkjunnar þar sem hefur komið fram ríkur vilji til þess að söfnuðurinn vill lenda þessu máli í eins mikilli sátt eins og hægt er. Þeir áttu líka fundi með fulltrúum borgarinnar þar sem það var talað um þessa hornlóð og þá komu fram hugmyndir frá söfnuðinum það að það fengi þá meira byggingamagn heldur en hefur verið samað á gömlu lóðinni. Það voru hugmyndir, það var engin krafa og ég held að það þyrfti ekki að vera niðurstaða málsins að endilega ef það er samið með þessum hætti að viðkomandi aðilar fengju meira byggingamagn. Heldur einungis þetta verður fært til með lágmarkstilkostnaði og þá er byggð bara önnur hús á lóðinni inn í götunni. Þannig að ég held að þetta er ekki mikill kostnaður sem myndi lenda borginni en það var hins vegar mikill ávinningur sem í því fælist að ná sátt við íbúana og afstýra því sem íbúasamtökin vilja meina að sé hreint og beint skipulagsslys. Og það er ekki bara íbúasamtökin, það er fólk sem bara ber byggingarsögu borgarinnar fyrir brjósti sem býr hér og þar í borginni sem hefur lýst yfir miklum áhyggjum út af þessu máli við mig og bent á það að byggingarmynstrið skeri sig úr sögulegu hverfi, hæð og umfang sé augljóslega í ósamræmi við nærliggjandi byggð. Auk þess sem vænta má mikilla vandamála vegna skorts á bílastæðum fyrir gesti kirkjunnar. Og það er auðvitað sérstakt að í þessu máli þau vinnubragð hafa verið stunduð að undanþiggja kirkjuna höfuðáherslum í deiliskipulaginu varðandi aðlögun við smágerða byggð sem er gerð krafa í nýja skipulaginu ef ég man rétt og mér minni líka að einhverju stigi málsins það hafi verið gerð krafa bílastæðakjallara undir kirkjunni. Ég held að sé búið að falla frá því núna sem ég hygg að sé óheppilegt. Það er ekki ómikið af bílastæðum í gamla vesturbænum og ég held að standi ekki til að fjölga þeim en þarna er þess að augljóslega verið að koma með starfsemi sem mun krefjast bílastæða inn í hverfið og ég held að það veri miklu betra að koma með slíka starfsemi á hornlóðina þar sem eru þó
þó töluvert af almennum stæðum og vestar enn fleiri stæði, heldur en að setja umfangsmikla starfsemi inn í þrönga íbúa á götu. En þetta er hefði lagt fram og ég bara bind góða vonir við það að menn séu tilbúnir að taka vel í þetta mál og efna til viðræðna sem vonandi gera það að verkum að allir geti vel við unað. Ég held að langflestir íbúar í gamla Vesturbænum og í Vesturbænum þeir fagni því að fá þessa kirkju í hverfið, þessa góðu starfsemi. Vonist eftir því að kirkjan verði falleg og hverfinu til sóma, en að hún verði líka á aðeins heppilegri lóð, örskammt frá þeirri lóð sem henni nú ætlaður staður. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson til máls. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, vertu velkomin í pontu. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég verð að segja alveg svo að þetta fannst mér svolítið skrítin ræða. Þó vil ég nú halda því til haga að auðvitað hafa allir sína skoðanir og tjá þær. En ég segi það skrítin ræða vegna þess að þetta er búið að vera að velkjast mjög lengi í borgarstjórninni. Og það má segja að þetta hafi byrjað árið þetta mál að því við erum að tala rétttrúnaðarkirkju, staðsetningu rétttrúnaðarkirkju við Mýrargötu eða Nýlendugötu. Og hafi byrjað svona orðið áberandi í umfjöllun hérna í samfélaginu vorið 2007 að því að þá bárust fréttir af því í Morgunblaðinu að borgarstjórinn þáverandi Reykjavík, Vilhjálmur Vilhjálmsson hefði farið að hitta patriarkan í Moskvuborg. Þeir hefðu þar skipst á dýrum gjöfum og þar var sem sagt gerður samningur byggingu rétttrúnaðarkirkju á nákvæmlega þeim reit. Og það kemur fram í þessari frétt í Morgunblaðinu með leyfi forseta að það er talað að umfang kirkjunar eða fermetrafjöldi verði 600 til 950 fermetrar og það er haft eftir Hönnu B. Kristjánsdóttur sem var þá sennilega formaður skipulagsráðs að það sé búið að afgreiða auglýsingu, þetta virðist að við gengið mjög hratt fyrir sig, og það hafi borist athugasemdir frá íbúum og að þeir telji flestir að þetta verði mjög skemmtilega eða auki mjög skemmtilega fjölbreytni í Vesturbænum. Það kemur fram í fréttina að kirkjan verði byggð í þessum rétttrúnaðarstíl. Nú sem betur fer að þá var deiliskipulagið sem var síðan samþykkt hvenær var það nú, í nóvember, 8. nóvember 2007, að þá var fermetrafjöldi kirkjuna minnkað niður í 600 fermetra, það var ekki nýtt það færi sem að tala upphaflega að hafa þetta tæplega 1000 fermetra kirkju. En kirkjuskipið mátti vera alltaf 15, minni mig 15 frekar en 17 metrar á hæð. Nú síðan leið tíminn, það liðu nákvæmlega 6 ár og það var síðan samþykkt endurskoðað deiliskipulag í 28. nóvember 2013 og þar var kirkjan minnkuð, það er að segja að vegghæð var minnkuð úr þessum 17 metrum í 12 metra. Og þannig að ég kannast nú ekki við þetta sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði það að það hefði eitthvað verið ekki alveg á hreinu. Heimildin var sem sagt fyrir talsvert meira, stærri eða hærri eða meiri vegghæð en var síðan samþykkt í skipulaginu frá 2013. Sum sé, haustið 2007 er samþykkt skipulag fyrir talsvert stærri kirkju og ég gerir ráð fyrir því að Kjartan Magnússon hafi
verið með í þeirri samþykkt fyrir talsvert stærri og hærri kirkju heldur en nú stendur til að reisa. Þannig að því leyti kemur mér ræða borgarfulltrúans dálítið óvart og finnst hún jafnvel á einhverju leyti komast úr hörðustu átt. En þarna á þessum fundi umhverfis- og skipulagsráðs að þá var jafnframt samþykkt, ég veit ekki hvað að kalla það, bókun, skulum við segja, bókun Sjálfstæðisflokksins það að skoða færslu kirkjunar á þennan reit sem að borgarfulltrúinn gat þar að segja færa það frá Mýrargötu 21 að Seljavegi 1, sem sagt á hornið á Seljavegi og Mýrargötu. Og þetta voru miklar samræður sem að fóru á stað við kirkjunar menn og þá komu ljós að nákvæmlega vegna þess að þarna eru mjög háar byggingar, bæði Mýrargata 6 og síðan Héðinshúsið, að þá var það sett fram sem krafa rétttrúnaðar kirkjumanna að vegghæð kirkjunar yrði að vera 18 metrar og turnhæð 26 metrar. Og það er svo sannarlega verið risastór kirkja. Og það var til þess að niðurstaða umhverfis- og skipulagsráðs niðurstaða umhverfis- og skipulagsráðs var eftir að hafa tekið ansi langan tíma í að grandskoða þessa tillögu sjálfstæðismanna og mér finnst það nú að það hafa nú verið bara sýnt nokkuð svona vönduð, opin og heiðarleg vinnubrögð í stað þess að keyra deiliskipulagstillöguna frá 2013 í gegn sem var þó mikil framför frá þeirri tillögu sem að sjálfstæðismenn höfðu samþykkt haustið 2007. Að það var semst farin þessi vegferð sem að tafði máli talsvert. En niðurstaðan var þessi að það væri ómögulegt að ganga þessum kröfum því að það fylgdi líka að rétttrúnaðarmenn að þeir bentu á það að það væri búið að helga reitin rétttrúnaðarkirkjunni og það væri meiri háttar vesen að afhelgan. Þeirra krafa var sem sagt svo að þeir myndi halda líka, ekki bara fá þennan stóra og verðmæta byggingarreit þarna á horninu, heldur líka halda hinum reitum. Mýrargata 21 og 23 fyrir prestbústað og bílastæði. Þannig að ég myndi segja að það voru náttúrulega afar kostir og mér finnst þetta svolítið sérkennilegt hjá borgarfulltrúanum að koma hér fram og láta eins og ekkert hafi verið gert í málunum. Þegar sannleikurinn sá að skipulagsyfirvöld lögðu á sig talsvert langan krók og í rauninni áframhaldandi óvissu ástand til þess að fara tilmælum Sjálfstæðisflokksins. En það flýgur hver fugl sem hann fiðraður, Kjartan Magnússon gerir það svo sannarlega. Ég líka vil benda á það að þetta staðfest deiliskipulag og þetta staðfesta deiliskipulag gerir ráð fyrir að mínum að þetta mjög flottir uppbyggingu lágra húsa þegar við séum þetta ábyggilega auglýsingum daginn. Þetta eru 5 hús þar sem við geta rúmast allt af 10 til 15 íbúðir á horninu Seljavegi og Mýrargötu pluss 2 flutningshús. Og ég ekki nokkur vafi það að sú uppbygging fyrir utan það að gefa slatta fólki kost á því að búa í frekar fíngerðu umhverfi mun bæta þetta umhverfi verulega af því að þetta satt að segja þetta stóra bílaplan á þessu horni afskaplega leiðinlegt ásýndar og hefur ekkert að gera með fallegan borgarbrag. Þannig að það mín skoðun að það sé búið að fara í þennan leiðangur sem að Kjartan Magnússon auglýsir eftir eða vill við förum í og ég tel að við ekki að gera það aftur. Þetta búið að taka 8 ár nákvæmlega og mér finnst þetta satt að segja ótæk stjórnsýsla að geta aldrei nokkuð tímann tekið endanlega ákvörðun. Og ég held að það sé miklu mikilvægara líka út frá svona lýðræðislegum sjónarmiðum að eftir að vera búið að ræða málin í 8 ár að þá loksins tekin ákvörðun og við stöndum við hana. Hún vel rökstudd, það alls ekki allir sammálinni en við getum ekki verið með hennar hringlandahátt endalaust.
Fulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Við byrjum á borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttur. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tel að kirkjan gæti sómt sér mjög vel á horni Seljavegar og Mýrargötu og eins og kom fram hérna í máli Kjartans Magnússonar áðan að þá myndi byggingin flútta mjög vel bæði við Héðinshúsið og eins íbúðarhúsið sem verið að reisa þetta handan götunar og aðkoman að kirkjunni yrði miklu betri og þarna yrði fleiri bílastæði. Mér fannst einmitt svo frábært þegar að íbúar áttu frumkvæði að því og komu með þá hugmynd að færa kirkjuna og í framhaldi af því fluttum við sjálfstæðismenn tillögu að það yrði skoðað. Það var tekið vel í þetta á umhverfis- og skipulagssviði og ég man eftir að hafa gert líkan að svæðinu og ég gat ekki betur séð en að þetta myndi koma mun betur út. Ég held að borgaryfirvöld hafi ekki látið á það reyna til hlítar að ná samningum við fulltrúa rússnesku rétttrúnaðar kirkjunnar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá svarar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson andsvari. Ég vil bara benda á það að það rangt sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir gaf í skyn að íbúar hefðu almennt viljað færa kirkjuna. Einhverjir þeirra vildu færa kirkjuna, einhverjir þeirra vildu það alls ekki. Það staðreynd málsins. Síðan að það að Marta Guðjónsdóttir hafi þá skoðun að kirkjan færi betur á þessu horni og þá væntanlega 18 metra vegghæð og 26 metra turnhæð. Það þó hennar skoðun. Samtalið og samningur við réttrúnaðarkirkjumenn var fullreynt. Það tók heilt ár. Ég vona að borgarfulltrúan hafi tekið eftir því. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari og forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa forseta og borgarfulltrúa og tala til borgarfulltrúa með nafni og starfstitli en borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir veitir þá andsvar öðru sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil ítreka það að hugmyndin kom frá fulltrúum íbúasamtakana, svo því sé til haga haldið. Þannig að þetta var ekki bara einhverjir út í bæ sem að komu óformlega með tillögu til okkar þetta kom formlega frá íbúasamtökunum sjálfum og þeir hljóta endurspegla þann hug sem að íbúar hafa til síns hverfis. Varðandi það að mér þykir fara betur á því að hafa kirkjuna þarna á þessu horni, þá felur það ekkert í sér að ég vilji sjá hana með einhverjum hærri turni. Það bara alrangt. Og ég held bara að borgaryfirvöld hafi bara ekki lagt nógu mikið á sig til þess að reyna að ná samningum við kirkjuna eins og ég sagði áðan. Og ég stend við það. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá komið borgarfulltrúi Kjartani Magnússyni sem að veitir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér finnst Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi svolítið vera pirraður yfir því að þessi tillaga komið fram. Ég finnst að þurfi ekki að vera það. Það eru fjölmargar skipulagslegar ákvarðanir sem við þurfum að taka í borginni og þær eru ekki allar jafn vel heppnaðar og ég held að sé engin minnkun í því fólgin fyrir kjörna fulltrúa að viðurkenna að eitthvað hefði nú mátt betur fara og eitthvað megi bæta. Ég held að við höfum ekki að vera svo forpókuð í okkar störfum að þegar að ábendingar koma eitthvað sem ætti betur fara, í þessu tilviki athugasemd frá og ábending frá íbúasamtökum Vesturbæjar, að þá ekki verið svo forpókuð að vegna þess að við höfum samþykkt eitthvað í fortíðinni, þá bara verði það að vera svo og meðum ekki hlusta nýjar hugmyndir. Ég held að við myndum að hlusta á allar góðar hugmyndir og taka þær til greina ef hægt og ástæða til. Það er alveg rétt held ég sem var rakið hér hjá Hjálmari Sveinssyni í borgarfulltrúum forsögu málsins, forsaga málsins sem sé eldri en þetta. Ég hef getað rifjað það upp að þegar að lóðinni var úthlutað hérna við Mýrargötu á sínum tíma, þá hafði máli verið í nokkur ári í gangi á borgaryfirvöldum og í skipulagsráði undir formennsku Dags Bjargeirssonar. Þá hafði þeirri hugmynd verið hreyft að skella þessari kirkju niður á Landakotstúni, taka sem Landakotstún undir þessa kirkju
og sú tillaga hún náði sem betur fyrir aldrei mjög langt, en þannig að forsagan mjög löng og ég held að sé alveg óþarft að menn fara að nota það hver gegn öðrum hvað menn hafi samþykkt á einhverju stigum málsins. Ég held bara að flestar ákvarðanir í þessu máli hafi verið samþykktar samhljóða af öllum flokkum, en það breytir því ekki að við hljótum að ef við teljum að getum gert betur ykkur tilviki, þá eigum við að gera það. Varðandi það sem við vissulega innleggi málið hjá Hjálmari, kröfur Rússa að halda báðum reitum og að þeir hafa sett okkur afarkosti, þá má vel vera þessar hugmyndir hafi nefndar, en ég leit ekki á það að það var einhverjir ófrávíkjanlegir kostir eða kröfur af þeirra hálfu. Það held ég að hafi bara verið nefnt í samtali og komið fram í umsögn starfsmanna skipulagssviðs, en svo ég viti hafa þar kröfur ekki verið lagðar fram formulega eins og það sé einhver ófrávíkjanlega kröfu að ræða. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að veita andsvar og bið borgarfulltrúum að virða tímamörk og þá það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sem að svarar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég legg til að við horfum fram á veginn og að við hjólum ekki endalaust í sama hjólfærinu. Við spólum ekki endalaust í sama hjólfærinu. Við erum búin að vera þessi hjólfæri 8 ár. Er það ekki ágætt? Það eru allir búin að skoða þetta fram og tilbaka. Sjálfstæðismenn hófu þessa vegferð. Aðrir tóku við henni og ég held að það voru miklar umbætur á því. Þeirri hugmynd sem að þá kom fram upphaflega varðandi stærð kirkjunnar. Þessi hugmynd nokkurra úr íbúasamtökunum og sjálfstæðisflokknum að færa kirkjuna var skoðuð gaumgæfilega. Það fóru fram ítarlegar samræður við talsmenn rétttrúnaðarkirkjunnar. Það voru auðvelt að koma núna, það er ekki að marka þessar samræður, það er alltaf hægt að segja það. En ég legg sem sagt til að við horfum fram á veginn. Það er mjög flott skipulag sem er þarna búið að samþykkja. Við hættum að spóla í þessu hjólfæri og að við fellum þessa tillögu. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að svara andsvari og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er hv. borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér líður nú svolítið innanbrjósts eins og borgarfulltrúi Hjálmari Sveinsinni en það er kannski ágætt bara til gamans að rifja upp þetta mál. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gerði það með sínum hætti hér í sínum ræðum og andsvörum, en það er alrangt að einhvern tímann hafi komið fram tillaga rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna á Landakotsstúni. Ég man nú ekki hvort að einhverju skipulagsfræðingar hafi velt því upp á einhverju undirbúningsstigi, en hugmyndin sem sett var fram í minni formannstíð í skipulagsráði, og ég satt best að segja syrgir svolítið enn þann dag í dag, er hugmynd lóðaúthlutun fyrir 3 trúfélög öll á sama svæði. Það er að segja í Grendu Perluna í Öskjuhlíð, þar sem að Moska, rússneska rétttrúnaðarkirkjan og Ásatrúarhof átt að vera svona á svipuðum stað til þess að ramma inn ákveðna svona sýn á umburðarlynd og annað slíkt. Þessi hugmynd fékk vægast sagt ekki góða viðtökur. Það er að segja rússneska rétttrúnaðarkirkjunni leist ekki á þetta, þeim sem vildu reisa Mosku leist ekki á þetta og þeim sem ætluðu að reisa Ásatrúarhofið leist ekki á þetta. En vestar voru þó undirtektirnar frá kirkjugörðunum sem eru þarna með duftkirkjugarði í nágrenninu, þannig að það má eiginlega segja allir að vera sammála að þetta veri ómöguleg hugmynd, og hlut af því var reyndar það að sum trúfélögin vildu stærri lóð. Það tók nokkurn tíma að skoða lóðamál rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar, en í borgarstjóratíð Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur var engu að síður einu sinni framlengt lóðavilyrði til rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar fyrir þessa lóð í Öskjuhlíðinni á meðan væri verið að finna aðra lóð, og það lóðavilyrði gilti til nóvember 2006 ef man rétt, og þá var meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tekin við og hafinn undirbúningur líklega að mikilli opinberri heimsókn til borgarstjóra Moskvu
sem hét þá Lutskov og var mikill maður fyrir sér og átti ríkustu konu í heimi sem var í miklum verktakaframkvæmdum í Moskvu. Og þetta var að mörgu leyti mjög eftirminnileg ferð, en eftirminnilegast var það þegar borgarstjóri Reykjavíkur gaf Lutskov 2 hesta og skrifað var undir samning þessa lóðaúthlutun við Nýlendugötuna. Og ég, af tilefni af þessar umræðu, fór yfir þann samning og ég fæ ekki betur séð að hann sem undirritaður 3. júlí 2007 ef man rétt, sé án ákvæða þar sem að hægt sé að fara út úr þessu af hálfu borgarinnar. Og það rétt sem að Hjálmar Sveinsson rakti að þar var vísað til mun stærri kirkju heldur en síðar var samþykkt í skipulaginu og þó var samþykkt þarna í kjölfar þessari opinberu heimsókn stærri kirkja heldur en svo hefur orðið niðurstaðan því að tókst að minnka kirkjuskipið í breytingu á deiliskipulagi þegar að þessar breyttu staðsetningar voru líka skoðaðar. Þannig að maður veltir því aðeins fyrir sér í ljósi þess að rússneska rétttrúnaðarkirkjan hefur í raun gert það að skilyrði fyrir því að flytja sig út á Seljaveginn að fá mikið stærri kirkju að það sé í raun einhvers konar söknuður borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eftir miklu stærri rússneskri rétttrúnaðarkirkju þarna á svæði sem ræður því að þeir taka aftur og aftur upp þessa breyttu staðsetningu hér í borgarstjórn því að ekki getur það verið að þeir sem eiga svona mikið nánast allt í þessari sögu og þeirri staðreynd að rússneska rétttrúnaðarkirkjan sé að fara að rísa af Nýlendugötu sé að reyna á eitthvað undarlegan hátt að þvo hendur sínar af málinu. Það er nokkru mánuðir sem við ræddum þetta nákvæmlega sama mál hér í borgarráði þar sem að verið var að klára skipulagið. Í millitíðinni er búið að bjóða út lóðirnar fyrir íbúðarhús. Þetta var reyndar kannski eina fáum lóðum sem til uppbyggingar í þágu húsnæðismála sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki beinlínis beitt sér gegn. Það hefur ekki verið samþykkt skipulag fyrir nýjar stúdentaíbúðir í borginni á þess að Sjálfstæðisflokkurinn hafi lagst gegn því. Bæði þessar 300 út í Vatnsmýri sem borgarfulltrúi flokksins Marta Guðjónsdóttir lagði til að fara í umhverfismat sem hefði tafið það meir en 1 ár. Í Brautarholti 7 lagðist hálfur Sjálfstæðisflokkurinn gegn skipulaginu sem leyfir þar stúdentaíbúðir. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn fari langt með það að leggjast gegn öllum búseturéttaríbúðum sem að líka hafa verið til umfjöllunar og í skipulagi og þannig mætti áfram telja. Það getur auðvitað verið að einhvað uppbyggingaverkefni í húsnæðismálum sé þannig vaxið að Sjálfstæðisflokkurinn hafi stutt það en af þessum stóru þá man ég svo sem ekki eftir neinu í svipinn en þið leiðréttið mig þá ef það er eitthvað öðruvísi og ég ætla bara að vona það að það sé ekki vegna þess að það vera að auglýsa þessar lóðir núna fyrir íbúðaruppbyggingu sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur lykkju á leið sína í máli sem er löngu búið. Það er búið að minnka kirkjuna frá því að Sjálfstæðisflokkurinn gerði samning málið og lagði fram skipulag málið. Ég held að muni gilda þessa byggingu að það verði aldrei allir á eitt sáttir en kannski er mál að linni þegar fyrirliggur samningur, þegar fyrirliggur skipulag, þegar fyrirliggur endurskoðaskipulag, þegar búið er að koma til móts við Sjálfstæðisflokkinn með að skoða aðrar staðsetningar. Það kallaði á stærri kirkju og fólki leist ekki á, minnst ekki öllum, þó hér hefði stigið fram einn fulltrúi, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir sem lýsti yfir stuðningi við stærri kirkju, þá efast ég að það sé almennur andi á svæðinu. Mála linni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og aftur það 2 borgarfulltrúar sem að óska eftir andsvari og við byrjum á borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni þessu sinni. Forseti, góðir borgarfulltrúar, bæði borgarstjóri og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi þeir tala mikið það að við þurfum að horfa fram á veginn en stærstu hluti af ræðin þeirra beggja fer síðan að rifja upp fortíðina í þessu máli, ekki það ég segi gengmynd af því, það er sjálfsagt
að skoða hvernig fortíðin var en það er svona megin þungin í þeirra málflutningi hvílir í fortíðinni og þá vil ég segja það að þrátt fyrir þessar ákvarðanir í fortíðinni þá er ekkert sem bannar okkur að hlusta á athugasemdir það sem betur að fara sem koma þar ekki frá íbúasamtökum Vesturbæjar, þeim ágætu samtökum og skoða hvort það sé hægt að lenda þessu máli meiri sátt við íbúa. Tillagan hún er nú ekki drastískari en svo að það er verið að óska eftir því að það verið formlegar samningaviðræður hafnar við aðstandendur safnaðarins að færa byggingunum stað, finna henni betri stað. Nú ef það tekst, ég er ekki að segja að borgin er að slá eitthvað af kröfum sínum til safnaðarins, enda held ég að þessar hugmyndir sem söfnunin sett að þeir fengi að halda báðum lóðum, ég er ekki viss að hann muni standa á þeim. Þá mun til dæmis lóðin af Mýrargötu 21 losna undir íbúabyggð. Sjálfstæðisflokkurinn styður auðvitað uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni og þéttingu byggðar eins og fjölmörg dæmi er og það er alveg sjálfsagt að rifja upp allt sem hefur verið gert í málunni í fortíðinni. Þetta hefur tekið breytingum og þetta var klárlega góð breyting þegar kirkjan var minnkuð en ég veit ekki betur en að mér finnst það svolítið klent að menn skuli hér vera að tala sjálfstæðisflokkurinn vildi þetta, sjálfstæðisflokkurinn vildi hitt. Ég man ekki betur en Dagur B. Eggertsson hafi verið borgarfulltrúi árið 2007 og hann hafi samþykkt þetta sem hann vill nú einhvern veginn kenna Sjálfstæðisflokknum einu ég held að þetta hafi verið eitt af málum sem hafi verið samþykkt í samkomulagi á sínum tíma en hann kannski leiðrétti mig þá ef svo er ekki og ef hann var á móti þessu málu á sínum tíma. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar hv. borgarstjóri andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef ekki lagst gegn byggingun trúfélaga og ég lagðist ekki gegn þessu málu á sínum tíma og þótt ekki ástæða til. Mér fannst eins og gott þegar okkur tókst að minnka kirkjuna til þess að felli betur þarna umhverfinu. En vantar ekki inn í tillögu Sjálfstæðisflokksins að sölu lóðana á Seljaveginum verði þá frestað? Er það ekki svona það sem að vakir fyrir tillöguflytjanda eða hvað vegna þess að það er áður búið að samþykkja nákvæmlega sambærilega tillögu Sjálfstæðisflokksins, það búið að fara í þetta samtal, það leiddi ekki til niðurstöðu og hvað hefur breyst? Síðast þegar við ræddum þetta hér í borgarstjórn þá man ég ekki betur en að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafi vísað til samtal sem hann átti á Rakarastofu í bænum það að líklega væru rússneska rétttrúnaðarkirkjan tilbúin í að gera breytingar. Það reyndist ekki vera en er ekki búið að klára það. Vantar ekki inn í tillöguna að sölu lóðana við Seljaveg verði þá frestað. Er kannski þar hundurinn grafinn að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki hugsað sér að það verði klárað? Hv. borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er oft þannig að þegar borgarfulltrúin vill víkja sér undan málefnalegri umræðu þá fer hann í að gera grín að persónum, samstarfsmönnum sínum hér í borgarstjórn og beitir fyrir sig einhvernum fimmurabröndurum og beitir fyrir sig hæðni. Ég minnist nú ekki Rakarastofubrandans, ég held að sé vel hægt að hlæja á honum ef það hefur verið tilgangurinn en þessi tillaga hún bara talar fyrir sig sjálf. Það hafa auðvitað fjölmargar tillögur verið fluttar sem hafa einhverjar verkanir annars staðar í borgarkerfinu, þá finna menn bara lausn að því. Auðvitað hafa menn séð fyrir sér og Sjálfstæðisflokkurinn líka að það verið byggt upp á báðum þessum byggingarreindum sem við erum að fjalla En tillagan stendur fyrir sig sjálf, hún snýst að kirkjunni verið betur fyrir komið á horninu heldur en á þröngri lóð þarna inn í götunni og ég heldur að ættum að ræða það málefnalega í staðis að vera hér með fimmurabrandara og fara með hæðnisyrði hverja annars skarð. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er komið að borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla ekki borgarstjóra að hafa vísvitandi misskilið það sem ég sagði hér áðan þegar ég talaði rétttrúnaðarkirkjuna og tilfærslu hennar. Þegar hann er að væna mig það að ég vilji stækka kirkjuna. Það er bara alrangt. Það kom fram í máli mínu og í andsvörum við ræðu borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar að ég hefði engan hug á slíku.
Ég hefði einmitt hug á því að við myndum ná samkomulagi við fulltrúa kirkjunnar. Það myndir ekki að sátt þessa byggingu bæði með íbúa, borgaryfirvalda og kirkjunnar og það var það sem vakti fyrir mér og ekkert annað. Þannig að ég ætla að vona það að borgarstjóri hafi bara ekki verið að hlusta nægjanlega vel. Það hafi ekki verið ætlun hans að reyna að snúa út úr orðum mínum eða mistúlka þau. En það er svolítið ólíkt með okkur sjálfstæðismönnum borgarstjóri og ykkur í meirihlutanum að við höfum áhuga á að hlusta á íbúana og hlusta á óskir þeirra og reyna að koma til móts við þá. En þið hafið engan áhuga á því. Það hefur sýnt sig. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og ég minni borgarfulltrúi á að tala hvert til annars með nafni og starfstitli. Og þá er hv. borgarstjóri á leið í pontu að svara þessu andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða mál sem þannig vaxið að það var beinlínis samþykkt tillaga Sjálfstæðisflokksins að fara í samtal flutning á rússnesku réttarkirkjuna á nákvæmlega þann reit sem aftur er til umræðu núna. Það var samþykkt og þau samtöl áttu sér stað. Þau fólust í því að í nýju umhverfi þyrfti og gæti kirkjan verið stærri að mati safnaðarins og þá meðal annars rökstutt með þörf fyrir stærri kirkju og ná bíli við miklu stærri hús. Þannig að þess vegna er það hið augljósa samhengi þegar borgarfulltrúinn lýsir yfir stuðningi við þessa breyttu staðsetningu að þá er væntanlega verið að lýsa yfir stuðningi við hugmyndir stærri kirkju eða hvað, nema vera skyldi að væri ekkert nýtt í málinu og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi ekkert fyrir sér að það gæti verið hægt að lenda málinu í sátt, heldur vilji einungis að verið tekin aftur sami snúningurinn, aftur með sömu niðurstöðu sem væri fyrst og fremst að úthlutun á lóðum, sala á lóðum við Seljaveg myndi frestast. Hér hafa ekki komin nein svör það hvort að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilji ekki einmitt það, fresta sölu þessara lóða. Manni líður þannig vegna þess að sannfæringin að baki því að það fæðist einhver lausn með nýjum snúningi á sömu forsendum ekki útbreidd. Hún ekki útbreidd og það er enginn í löngum ræðum lagt lykkju á leiðina til þess að sannfæra borgarstjórn það að sé eitthvað nýtt í málinu. Það sé einhverja líkur á því að afstaðan sé breytt. Mér finnst ekkert benda til þess. Hv. borgarstjóri hefur lokið að svara andsvari og þá er andsvörum lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Ég er nú búin að reyna að átta mig á þessum umræðum og tillögum sem hafa verið að kastast á milli núna undir þessum málslið og verð að segja að ég skynji þetta sem kröfu sjálfstæðismanna aukið samráð og samtal við íbúana. Þannig að í anda þess sem gerst hefur undir öllum tillögunum í dag, þá er ég að hugsa að fá að bera upp, frú forseti, tillögu með afbrigðum hér inni, málsmeðferðartillögu, sem svo að þessu lið verði frestað til 19. maí 2015 og í millitíðinni muni umhverfis- og skipulagssvið standa fyrir íbúafundum málið. Þannig að þetta er mín tillaga og mitt innlegginn í þessa umræðu til að reyna að leysa þennan hnút og við klárum hennar fund einhvern tímann í dag. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti gerir hlé á fundi.
Það sækja kaffi kannski? Og við höldum áfram með fundin eftir þetta stutta hlé. Við erum hér í fjórða lið sem er tillaga um endurskoðun staðsetningar rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Það er engin á mælendaskrá. Umræðu er í raun lokið. Hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga frá borgarfulltrúum Framsóknar og Flugvallarvinna að afgreiðslu verði frestað til 19. maí og haldinn verði íbúafundur í millitíðinni. Þau sem samþykkja þá málsmeðferðartillögu gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá berum við tillöguna upp. Þau sem samþykkja hana gefa merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er jafnframt felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá og allir áskilja sér rétt til bókunar og fjórða lið er lokið.